Hérna erum við með skriðtengið og þetta skriðtengi þessi útgáfa er gerð fyrir 200 til 300 gráður sem þýðir að við erum með bil hérna inni, þensla hvers fóðurörs lokar þessu bili þegar að holan hitnar. Ef holan kólnar aftur þá opnast hreinlega þetta bil aftur en við fáum ekki þessar skemmdir sem að verða vegna þessar varmaþenslu. Þetta stuðlar að lengri líftíma holunar að því leyti að þetta minnkar líkur á því að fóðringarnar verði fyrir skemmdum út af upphitun og kælingu eða hvernig sem það er. Ef þetta verkefni gengur vel, sem að allt bendir til að muni gera, að þá þarf að skoða það hvort að við viljum setja þetta ofan í fleiri holur og þá myndum við væntanlega fókusera á holur á svæðum þar sem að við viljum vera með sveiflun í rekstrinum. Það er ekki öll svæði sem að henta til þess, það eru mismunandi blaut, mikið vatn eða hlutfall af vatn og gufu í holunum. En við erum með þekkt svæði þar sem er hærra hlutfall af gufu og öflugri holur eins og til dæmis í Hverahlíð upp á Hellisheiði. Og þar væri mjög spennandi að setja þessi skriðtengi niður og geta þá sveiflað holunum. Við erum aðeins að prófa okkur áfram með þetta, en að því að við erum ekki með skriðtengi á holum í dag, að þá leyfum við mjög litla sveiflun. En þegar við komum með skriðtengja þá getum við leyft okkur mun meiri sveiflun á þessum holum og það getur verið mjög spennandi fyrir rekstur virkjananna. Við höfum komið að verkefninu meðal annars í prófunum þar sem við vorum að prófa skriðtengin á holutoppi hjá okkur upp á Hellisheiði og þá erum við að prófa virkni skriðtengjana í svona sem næst raun aðstæðum sem við komumst án þess að vera að setja því ofan í holu eins og við erum að gera hérna í dag. Og þá vorum við að leiða gufu úr holu frá okkur inn í svona gám þar sem var búið að tengja saman bara langt fóðringarrör með skriðtengjum og steypa það inn og svoleiðis til að gá hvernig þetta virkaði í svona næstu í holu. Og svo höfum við bara svolítið verið í því að vinna saman að því að fá að setja skriðtengin loksins ofan í holu. Við byrjuðum á þessu 2015 og þróunarvinnan byrjaði þá. Svo höfum við verið að vinna í því að smíða prótótýpur og prófa erlendis í stórum löpum erlendis. Þannig að þetta er þróunarvinna sem tekur langan tíma og við erum komin hingað núna 10 árum seinna nánast. Það er svona tæp 10 ár síðan við byrjuðum. Þannig að þetta er svona stór áfangi.